Kleppjárnsreykir ofan á svæði hérna bara ofan á Kleppjárnsreykjahver sem næsti nágranni við Deildartunguhver og hér er framleitt gríðarlega mikið af grænmeti. Við erum að fara að hitta hjón, Einar Pálsson og Kristjáni Jónsdóttir sem fluttust hingað fyrir 6 árum. Það leyti sem að Geir Hilmar Haarde bað Guð að blessa Ísland, að þá hætti hann sjómennsku og hún því að vera póstburðarkona í Vestmannaeyjum og þau gerðust garðyrkjubændur hér á Kleppjárnsreykjum í Sólbyrgi nánar tiltekið og byrjuðu á svona grænmeti, tómatum og gúrkum og einu öðru en eru núna nær algjörlega komin yfir í jarðarber og mér finnst í raun og veru að jarðarberin þeirra séu þau bestu sem ég hef smakkað í heimi. Og ég ætla náttúrulega að notfæra mér það þegar við erum komin hér í stóra gróðurhúsið að Sólbyrgi á Kleppjárnsreykjum að fá mér eitt jarðarber áður en ég byrja að spjalla við hjónin og spyrja af hverju frá sjósókn í Vestmannaeyjum í jarðarberjarækt í Borgarfirði. Takk fyrir þetta. Hvað var til? Ég meina, hvaða hugljómun gerðist, hvaða rödd af himni kom og sagði þið skuluð flytja úr Vestmannaeyjum í Sólbyrgi við Kleppjárnsreyki? Það ekki gott að segja. Okkur bara langaði að búa í sveit og skoðuðu marga kosti, misgóða kosti til þess. Svo svona datt þetta svolítið upp í hendurnar á okkur. Hvað varst þú, Kristjana, að sýsla við áður en þú gerðist frú jarðarber hér í Borgarfirði? Ég vann hjá póstinum, Íslandspósti og bar út. Var póstburðarmaður? Já, síðustu 2 árin sem ég var þar. Já. En hvernig kom þetta tækifæri? Það er einhver sem segir að þið ákveðið að selja eitthvað eða taka spariféð eitthvað og fara í jarðarberja business. Já, það var bara akkurat þannig. Við eyddum öllum sumarfríum með bækling frá fasteignamiðstöðinni að skoða bújarðir allt land og svo bara sumarið 2007 skoðuðum við hérna og gerðum samning við fyrrverandi eigendur að leigja þetta til að byrja með. Svo skrifum við undir hérna svona það bil sem Geir Haarde bað alla blessa okkur. Það var mjög góð tímapunktur til að fara til rekstur. Og það var akkurat þannig tækifæri. Við seldum húsið okkar í Eyjum og urðum bara hrökkvað að stökkva og við stukkum og sjáum ekki eftir því. En hvað? Af hverju jarðarber? Ég meina að þú verður bóndinn þá ertu með kýr eða rollur en þú ert ekki að rækta jarðarber. Það er ekki kvóta á jarðarberinu, það er í hinnu. Það var alltaf hugmyndin að fara í dýrasveit. Það datt ekki upp eins og þetta tækifæri. Þetta var eitthvað sem við hefum ekki prófað áður og þetta var bara spennandi. Hvað ég hef aldrei hugsað, ég elska jarðarber og sérstaklega jarðarberin ykkar eru þau bestu og mýkstu sem ég hef fengið. Hver galdurinn? Það er einhver galdur við allt. Ég meina, sumir ná að vinna túnin sín vel og menn ná hæstum fallþunga og eða mestu afurða, nitina úr kúnum og aðra slík. Hver galdurinn, hver jarðarber galdurinn? Það náttúrulega fyrst og síðast íslenska góða vatnið eins og í flest öllu öðru grænmeti og svo náttúrulega bara höfum við nördast svolítið með þetta, lært þetta bara alla leið, hvernig ná að rækta þetta, hvernig bestu jarðarber sem þykja í heiminum eru í Kaliforníu á náttúrulegum
orsökum og við reynum stundum í gróðurhúsunum að líkja loftslaginu við Kaliforníu og það býr til þessa sætu í berjunum. Hvernig, en ég meina öll þessi, þetta eiginlega ótrúlegt, ég verður hérna í 2800 fermetra gróðurhúsi og ég veit ekki, hvað eru margar plöntur hérna? 24.000. Það eru allar því handleikið hverja einu og einustu plöntu og allar plönturnar eru fluttar inn. Hvernig þá? Hvernig gerist þetta? Það er bara komið í frosti og við plöntuðum í raun og veru út frostnum og þá bara fyllum við pottamold og svo eru plönturnar teknar í sundur, plantað hérna í pottana og svo upp í rennur og svo þarf að tína fram blóminn og þetta eru voða mörg handtök við hverja plöntu. Það er allt, það þarf að þú þarft að endurtaka 24.000 sinnum svolítið oft. maður geti sko ímynda sér að maður fengi martröð, þú veist að handleika eitthvað 24.000 sinnum. En hinn daglega vinna, fyrir utan tínslan alltaf, þetta gerist á hverju nóttu þegar uppgjörutíminn er í gangi að þá koma hérna við ætlum að fara hérna með myndavélina eftir röðum og þannig að fólk sjáu þetta. Hvað er það, hvers slags nostur eða hvað hefur segja, umlíkjandi ást og ljúfleiki þarf að sýna þessum plöntum til að mér er sagt sko, sætis í gleiminum fyrir að sko trén þau geta fengið sjokk og þau geta farið í fílu og blómin líka og annað eru þegar skítaveður er eins og búið að vera í sumar og í fyrra. Hvað gerist þá? Fáðu þau sjokk, fara þau í fílu, hætta að framleiða? Þær eru náttúrulega bara eins og við, þær verða stressaðar ef veðrið er þeim óhliðholt eins og er búið að vera í sumar, hérna er búið að rigna í 7 vikur samfleytt, maður hélt bara að þetta væri ekki hægt og svo kemur allt í einu sól og þá verða það mjög stressaðar og þá þarf maður bara að bregðast við því. Svo náttúrulega daglega vinnan er náttúrulega bara að labba hérna um allt og skoða allt, við notum eingöngu lífrænar varnir á móti meindýrum sem eru reyndar blessunarlega ekki mörg á Íslandi, þannig að það er líka jákvætt að geta verið í þessu starfsumhverfi að vera ekki að nota eiturefni og annað eins og sem að íslensk garðyrkja getur státað af að vera laus við. Ég fór hérna fyrir svona viku og komum við í Ljómalind hérna niður á Vesturlandsvegi þar sem afurðir ykkar eru meðal seldar í markaðinu þar, bændamarkaðinu þar og þá var sagt að það er allt uppselt. Það er ekki tinn en ég alveg bara Sólbringi og ég var alveg bara miður mig. Hvernig eru hérna ástíðirnar hjá ykkur og hvernig gengur þetta fyrir sig að þið eru núna að velta fyrir ykkur að hafa verið með jarðarber í desember? Já, það gengur þannig fyrir sig. Við störtuðum fyrstu plöntunum í janúar og notuðum þá ljós en vorum með bara þétt saman á gólfi og svo færðum við hérna upp í rennur þegar það fór aðeins að birta til. Svo planið sem var sett upp í janúar og ástæðan fyrir þetta var ekki til í 2 vikur var að planið gerði ekki ráð fyrir svona miklu myrkri annað árið í röð og þess vegna er nú meðal annars verið að setja hérna upp ljós bara til að bregðast við því að þú stendur alltaf með sama fasta alltaf sömu föstu vinnuna en að það vantar ljósið þá náttúrulega brenglast allt sem þú setur upp. En að kaupa ljós, það eru staflar hér af ljósum hér frammi hjá okkur og þeir eru byrjað að setja upp ljós í 2800 fermetra gróðurhúsið, ég meina það er einhver smáður. Nei, og það er alveg eins og með 24 plönturnar, það er líka opbóðslega mörg handtök. En hversu lengi lifa þessar plöntur? Hversu lengi getið þið nýtt þær? Hversu lengi framleiða þær? Við nýtum þær bara einu sinni. Þær eru vissulega fjölærar, en ef við ætlum okkur að nýta þær aftur þá þurfum við að bara græja okkur í það og það er ekki alveg á stefnuskránni eins og er. Þannig að það er við bara
Við setjum þær á stað, það tekur svona 2,5 mánuð þangað til að fara að gefa ber. Já. Þær gefa af sér í svona 6 vikur og svo hendum við þeim út og setjum annan skammt. Góðar fréttir fyrir íslenska sælgera, fjölbreytt sælgera vara, kjöt, álegg, ostar, kökur, krydd og oljur í miklu úrvali. Sælgerabúðin Bitruhálsi. Hefðbundnir trégluggar og hurðir, smíðað eftir máli. Fagmennska er okkar fag. Gluggavinir, Hlíðarsmára 11, sími 571 0888. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. B&T er þú vilt vera viss. Hótel Grímsborgir við Sogið býður upp á lúxusgistingu í fallegu umhverfi íslenskra náttúru, nýtt og glæsilegt veitingahús, opið alla daga fyrir gesti og gangandi, grímsborgir.is. Bridgestone loftbóludekkin, hljóðlát vistvæn örugg, toppdekk í vetraraksturinn, Vetragrip Guðrúnatún 4 533 39 99. Vitæs augnvítamín er samsetning með tilliti til augnbotnarhörnunar. Nú er vítamínið með endurbættri formúlu sem gerir það enn betra en áður, fæst í apótekum. Reyktur og grafinn eðallax fyrir hátíðarstundir. Eðalfiskur EHF, Sólbakka 4, Borgarnesi. Eðalfiskur.is. Massey Ferguson, vinsælasta dráttarvélin á Íslandi frá upphafi. Jötunvélar, Selfossi og Akureyri, traustir í 10 ár. Allir litir regnbogans í Glowey, ótrúlegt úrval af silkisnúrum, flottum perum og íhlutum til ljósagerðar. Glowey gerir lífið bjartara. Vasaljós í miklu úrvali fyrir mismunandi notkun og aðstæður. Ísmar, Síðumúla 28, sími 510 51 00. Atvinnubílarnir frá Mercedes-Benz, hörku duglegir vinnufélagar, konto og reynsluaktu, bílaumboðið Askja Krókhálsi. Íslenskir fjallaleiðsögumenn nota fatnað frá RAP. Íslensku alparnir, hreyfing, kraftur, ánægja. VivoFit heilsuúrið þar sem hvert skref telur. 1 árs rafhlöðuending, nýtt markmið á hverjum degi. Skráir svefnvenjur þínar, fæst einnig með púlsmæli, Garmin-búðin. Arctic Cat vélsleðar, Arctic Cat fjórhjól, Arctic Cat buggybílar, Arctic Sport, Miðhrauni 13. Réttur búnaður skiptir sköpum, endurskinn, þægindi, öryggi, dynjandi, allt fyrir öryggið. Hringdu þótt þú sést í vafa. 112. Í Íslandsbanka tökum við vel á móti ungu fólki sem er að kaupa sína fyrstu íbúð og hjálpum þér að brúa bilið með sérstöku aukaláni þegar kemur að útborgun. Íslandsbanki. Komdu klinkinuðinu í góð mál. Íslandsbil. Við bjóðum kuldabóla velkomin. Þú farð úlpur, reggalla, snjógalla og kuldaskó ásamt öllu því sem heldur hita á kátum krökkum hjá okkur. Ellingsen, Reykjavík og Akureyri. og 24 tíma tjónaþjónusta, af því að lífið er ótrúlegt. Þess vegna ertu hjá Sjóvá. Fjallakofinn er sérverslun útivistafólksins. Fjallakofinn fylgir þér alla leið. Þú finnur munin. Fjallakofinn. Olís hefur fyrst íslenskra oljufyrirtækja hafið íblöndun á vetnismeðhöndlaðri lífrænni olíu eða VAFLO í díselolíu sem dregur úr koltvísýringsmengunum 5% og léttir okkur öllum andan. Taktu græna skrefið með okkur og komdu við á Olís. Olís, vinur við veginn. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt.
Heyrðu, ég var að segja frá, já, þú vorst að segja mig frá ódýrasta vinnuaflinu hérna í húsinu. Já. Þetta náttúrulega alveg, sko, með ólíkindum að hér skuli vera eitt lítið pappabox sem að sér ykkur fyrir Frjókun á öllum þessum blómum? Öllum þessum 24.000 blómum. Já, hver planta ber mörg blóm, þannig að þetta er gríðarleg vinna. Já. Hér var bara eins Þorláksmessu umferð áðan og nú þegar við stöndum hérna fyrir framan að þá er enginn, sko. Nei, þær eru að komast svona í ró fyrir nóttina. Já, sofa það líka? Já, það er sofa eins og heimafólki. Já. Já. Plöntur sem má ekki fara í fílu? Nei. Og svo geta flugurna verið viðkvæmar. Við erum með rör hérna undir plöntunum, meðal annars til að þurrka blómin, því að býflugurnar eru drottningar. Það vil ekki vera blautar á rassinum þegar það er að frjóka. Já. Þannig að... Það er að mörg að hyggja. Já. Þegar þú gerðist í jarðarberjabóndi, hvað var það sem kom þér mest á óvart þegar þú byrjaði? Ég held ég verð að segja að hvað þetta er mikil vinna. Það voru allir að segja þetta er mikil vinna og maður að segja já, ég er vanur mikilli vinnu, en þetta er mikil vinna með stóru M-i. Hvað með, ég meina, þetta er allt handgert sem að hlýtur þá að kalla á vinnuafl og nú hefur ekkert verið endilega auðvelt að fá fólk í svona landbúnaðarstörf hér. Hver er mannskapsþörfin? Það er náttúrulega aðeins rokkandi, sko. Við erum 2 hjónin og með 1 fastan starfsmann allt árið. Já. Svo erum við með yfir sumartíman unglinga og fólk hérna úr sveitinni. Og við höfum tekið núna 3 sumur í röð krakka frá hinnu Norðurlöndunum gegnum Nordjob. Já. Við erum með 2 finnskar stelpur núna. Svo náttúrulega ættingjar. Já. Pabbi er hættur að vinna, hann stendur hérna tímunum saman og pakka með okkur. Já. Þannig að það er alltaf svona... Hvað gefur hver röð af sér, til dæmis, hvernig verður morgundagurinn? Nú sjáum við hér að það eru að koma mörg rauðber. Verða þessi orðin tilbúin á hádegi á morgun, stór hluti þeirra, til þess að handtína og setja í öskjur og... Við tínum bara, við notum þessa vagna sem við smíðum í vetur og tínum bara beint í boxinn. Og svo tökum við boxinn inn í skemmu þar sem við vigtum þau og svona förum aðeins yfir þau. Við hjónin klárum að ganga frá þeim, meðan að kannski aðri tína í boxinn. Þannig að við séum svona örugg með gæðin á þessu. Hvað er magni nú, það er eins og ég verið að kaupa þetta í þessum hefðbundnu öskjum ykkar sem eru vantara einhver 200-400 grömm eitthvað svoleiðis. Já, 200 grömm, já. 200 grömm. Hvað í eðlilegri sem sagt uppskeru, hvað eru það að senda frá okkur mörg box á dag ef það er til svoleiðis tannafræði? Nei, hún er nú eiginlega ekki til þannig. Nei. En þú veist, það er, já nú er ég bara að reyna að reikna í huganum. Allir við höfum ekki farið í að tína kannski í svona 25.000 box hérna á dag. Á dag? Já, en þá náttúrulega gengur allt upp. Já. Við erum mun fljótar að tína til dæmis í byrjun, þá eru berin stærri og svona, þú ert fljótara en þannig að Eftir því þegar jurtin byrjar, eða plantan byrjar að framleiða, þá byrjar hann á því að framleiða stærri ber. Já, fyrstu berin eru stór og sérstaklega alfyrsta berið er yfirleitt langstærst. Já. Og svo svona eftir því sem auðvitað dregur á klassanum, þá verða þau minni. Þá verða þau minni. Já. Og eftir því sem að, eins og hérna er nú mjög, Gyrnilegt ber. Já. Ekki smakka það bara. Já, heyrðu, og
mörg stór og falleg og þessi hérna gulu, verða þau annað kvöld eða á... Nei, það nú lengri þau sko. Lengri við tínum þessi rauðu hérna morgun. Já, og ég meina að þið tíni hérna eitt sem náttúrulega mjög vel rautt og nokkur hérna og svo eru önnur sem eru svona orðin bleik eða þannig. Þið tínið allt sem farið að roðna kannski meir en helming. Já, og rúmlega helming. Þau verða alveg rauð áður en við tínuðu. Áður en við tínuðu? Já. Og hvernig svo dreifingin? Hvað hérna... Við erum í sölufélagi garðyrkjumanna og þeir dreif öllu fyrir okkur. Já. Þannig að við sendum þetta bara til þeirra og þeir sjá restina. Já. Svo náttúrulega seljum við eitthvað hérna heima við, kofi hérna út af vegi. Já. Hversu margir eru þið sem flokkist undir það að vera jarðarberjabændur? Það eru sko 4 garðyrkjustöðvar sem hafa þetta af aðal atvinnu og svo eru svona 2-3 sem eru með þetta með öðru. Já. Þessi í Mosfellsdal með blómarækt og öðru. Já. Hversu langt komist þið þessir 4-5 bændur í að fullnægja eftirspurninni innan eftir maður sér náttúrulega í verslunum að hlið við hlið íslensk jarðarber og spönsk eða hvaðan sem þið eru? Við komumst ekki mjög langt, við erum ekki stór hluti af kökunni. Þið eru ekki stór hluti af kökunni? Nei, og það náttúrulega sko sumaræktuð jarðarber í Hollandi. Já. Við munum aldrei nokkuð tímann geta keppt við þau í verði. Það er náttúrulega... Þó að það sé búið að flytja þau með flugvél til Ísland? Já, þetta er ræktað úti. Já. Vinnuaflið er sótt austur á bóginn bara í stórum rútum og þetta, við munum aldrei keppa við þetta. Aldrei bara? Nei, og ekki eins og Spáni til dæmis þar sem þetta er ræktað í... Við erum að reyna að búa til loftslagið inn í gróðurhúsum sem þar bara frá náttúrunnar hendi. Já. Það er alveg sama, aragrúi, ég meina, stærsti kostnaður við jarðarber eru plöntukaup og vinnulaun. Já. Og þarna náttúrulega eru vinnulaunin, þau eru bara mjög lág, þau eru leyst náttúrulega með nánast, ég veit ekki hvort maður má einu sinni segja þetta, nánast nútíma þrælahaldi, sko. Þetta er eins og á suðurhluta Flórída þar sem ég oft að þar eru það sem þeir kalla latinóarnir sem eru eins og maurar hvort þeir vera að tína tómata eða baunir eða annað sem og þú sér þetta sé sama í Hollandi. Já, það er bara kannski það sem En þegar hollensku berin koma, hættið þið þá? Nei. Ég meina, eru þið ekki að selja, er ekki... Íslendingar vilja þetta frekar. Ég segi það. Það er bara mann. Ég meina, allavega eins og, ég hef nú ekki verið að borða önnur jarðarber heldur hérna frá Sólbryggju vegna þess að þegar mann finnst eitthvað gott, þá bara kaupum maður það aftur. Nei, það er engin spurning og ég held líka Íslendingar sé að verða miklu meðvitaður að þú veist að það er ekkert einhver þjóðernisrembingur, heldur bara að hugsa sko vara sem er framleidd af Íslandi sem er virðisaukandi af Íslandi, það þýðir ekki alltaf bara að horfa í krónutölun á hlutunum, heldur líka bara hvaða samfélagslegu áhrif það hefur. Já, en svo er náttúrulega líka þetta, þú veist hvaðan það kemur. Það er náttúrulega eitthvað flottasta kenniorð eða hvað við höfum að kalla það sem hefur verið fundið upp. Já, og við getum bara alveg stært okkur af því og við erum montinni við því. Hérna eru eingöngu beitt lífrænum vörnum. Já. Við notum, til dæmis ef við bara skoðum þær leiðbeiningar sem við ættum að fara eftir, þá er bara sett upp sko bara sprey áætlun. Þú bara spreyjar hvort sem það er eitthvað að eða ekki. Og það er bara eitthvað sem okkur hugnast ekki. Við viljum geta étið þetta bara beint á plöntunni og að börnin okkar og barnabörnin gerir það líka og okkar kúnnar. Þannig að það er bara ólíku saman að jafna. Hvað með magnið? Hvað er nú í kúmur talað nyt
og fallþunga í lömbum. Hvað er fallþungin í svona 5.000 fermetra jarðarberjabúi? Eða draumurinn? Já, ef við ekki bara einbeita okkur á draumnum sem hefur ekki verið neinstaðar nálægt í ennþá, en við setjum markið á að geta framleitt svona 25-30 tonn á ári. Já. Og erum kannski að nálgast í að fara í 1/3 af því, en við byrjuðum á þessu í fyrra að ég hélt vestasumri í manna minnum. Þið eru ekki búin að vera að þessu í 6 ára eins og... Nei, við byrjum bara að jarðarberjum í fyrra. Þið byrjaði þá? Í hverju voruð áður? Gulrætur áður. Já, bara gulrætur, bara langa banir. Hérna þegar við keyptum þá var stöðin full af gulrótum og við héldum því áfram og svo bara fórum við aðeins að fikra okkur áfram, aðeins tómata og aðeins gúrkur og þannig að svo bara... En nú þetta orðin aðal tegundir ykkar? Við fundum fjölinn okkar hérna, hefur ekki segja það? Já. Þetta fallegt, þetta óskaplega fallegt og snirtilegt alveg hérna. En mér finnst alveg, ég verð að segja það, ég alveg gapandi yfir því að mannshöndin, því að allt byggist núna á einhvers konar sjálfvirkni, marellínum eða þrírækslínum eða einhverju slíku. Þetta bara umhyggjan og ástin og að handleika hverja blöndu. Já, það bara svoleiðis. Hvað kostar ljósavæðingin þín sem að gera það verkum að þú getur selt okkur íslensk jarðarber hvort það maður næstu jól eða þar næstu? Þetta hversu stór fjárfesting er? Pakki upp á 25 milljónir. Já, góðan daginn. Já. Það líka þess að ég hugsaði, sko. En menn eru búin að reikna væntanlega arðinn af því, hvað það þýðir, að þá þurfum við ekki að bíða sem sagt af sér einhverja 90-100 daga í myrkri og öðru slíku. Já. Geta og líka bara, þú veist, eins og við sáum í vetur, þú veist, ég meina, jarðarberin sem voru í boði hérna, ég meina, það sem að gerist, það náttúrulega fer bara sunnar í heimsálfuna, hvar jarðarberin á þessum árstíma. Og við vorum að sjá hérna jarðarber frá Egyptalandi í kringu jólin og við meira að keyptum til að prófa. Og ég, þú veist, þetta á ekkert skipti það sem við erum að búa til, þannig að ég tel okkur alveg eiga grundvöll þarna inn. Já, ég meina þessi jarðarber ykkar eru bara einfaldlega, þau eru bara munað að vara. Já. Og ég, sko, nú erum við mismunandi, ég með smá jarðarber, svona 2 kíló á sumri hérna hjá mér, en nóg fyrir barnabörnin til að tína og annars líkt. En ég hef bara, hvað gerir þið til þess að búa þetta bragð til? Þetta bragð ég hef ekki fundið jarðarber sem að líkjast svo, nú þetta náttúrulega bara hollenska blöndur og í íslensku gróðurhúsi við íslenskan hita og annað. Við veljum bragðgóð yrki og við náttúrulega beitum ræktunartryggsum til að fá gott bragð. Leynitryggsum? Nei, ekkert endilega. Það sem að gefa sætabræðið er bara áburðarefni sem heitir kali og við bara reynum að þrýsta plöntunni að taka eins mikið upp af kali og hún getur. Svo gefum við kolsýru hérna gegnum þessar slöngur. Þannig að kolsýran bara eins og sem í andrúmsloftinu, við bara tvöföldum hana hérna inni og þá verður sætan enn meiri í berjunum og kolsýran kemur bara upp úr jörðinni sem aukaafurð af heita vatninu okkar, þannig að þetta eins náttúrulegt og það verður. Við notum hérna endurnýtanlega orkugjafar hvar sem á það er litið. Og þið eru hérna hvað, kílómetri frá Deildartungu hver? Ætlaði að ná í því. Eða nær því ekki og svo þegar maður kemur hérna keyrandi inn á hlaðið þá bara stendur strókurinn upp, sko. Þeir eru alltaf, einhvers staðar hér undir er lifandi kvika. Já, engin spurning. Sem að rennur sennilega á 30-40 km dýpi. Já, við náttúrulega sitjum hérna beint á milli hverjanna tveggja, Kleppjárnsreykjahvers og Deildartungukvers. Við fáum okkar vatn úr Kleppjárnsreykjahvers. Já. Þannig að... Einar, bara
til hamingju með þetta Já, og mér takk óskaplega er gaman, finnst svo gaman að koma og sjá hvernig þessi ber sem að mér finnst svo góð verða til. Og ég hef aldrei velt fyrir mig jarðaberarækt, þú veist að það var yfirleitt þetta rækta hér á 1000 fermetra. Bragðbestu jarðaber í heimi. Það er gaman að heyra.